Það þarf fólk eins og þig. Við í Harmageddon fórum í mjög skemmtilegan bíltúr til Keflavíkur daginn. Við heimsóttum Má Gunnarsson, skemmtilegan og hressan 13 ára gaur sem við teljum að margir mættu taka sér til fyrirmyndar. Már fæddist með mjög sjaldgæfan og ólæknandi sjúkdóm í augnbotnum sem ber heitið Leber congenital amaurosis, en einungis 1 af hverjum 80.000 bera þennan sjúkdóm sem í daglegu máli kallaður LCA. Þetta þýðir að sjón Más hefur hrakað mjög frá 5 ára aldri og í dag er hann einungis með 1% af því sem kallast eðlileg sjón. Það breytir því ekki að Már nýtur lífsins í botn og er sjálfur mikill gleðigjafi fyrir alla sem í kringum hann eru. Már fylgist vel með knattspyrnuliði meistaraflokks Keflavíkur og er á sumum sagður vera öflugasti stuðningsmaður liðsins. Við settumst niður með Má og spurðum hann aðeins út í boltann. Jæja Már, þú ert einn harðasti stuðningsmaður Keflavíkur, hef ég heyrt. Ég veit það nú ekki, en ég er alveg einn af svona stuðningsmönnum Keflavíkur sem ég er að reyna að láta stúkuna vera að hvetja Keflavík með mér. Og finnst þér að Keflvíkingar mættu vera duglegri að hvetja? Stundum þegar illa gengur mætti segja að ætti að vera duglegri stundum þegar illa gengur. En þú gefst aldrei upp í hvatninguna? Nei, þótt að það koma kannski einhver tímabil sem að það er ekki nógu gott, þá er alveg hægt að hvetja þótt að það sé ekki meira sko. Já. Betri hvatning, meira árangur. En hvað, þú ert náttúrulega, ert ekki með fulla sjónskertur. Hvernig gengur það að fylgjast með leikjum? Sko, vanalega sný ég bara að stúkunni og er að reyna að hvetja Keflavík og stúkuna, eða að reyna að hvetja stúkuna til þess að hvetja Keflavík. En ef ég fer aðeins kannski ofar stúkuna í Keflavíkurstúkunni, þá ætti ég að sjá yfir völlinn og oftar sé leikmennin, en bolti fyrir svo hratt og er náttúrulega lítið, þannig að ég sé hann oftast ekki. Ef eitthvað gerist, þá hleypi ég bara til pappa og pappi, hvað gerist? Hver er uppáhalds leikmaðurinn í Keflavík? Allir. Eru allir bara? Allir. En það hefur náttúrulega gengið rosalega vel hjá þeim í sumar. Það er bara óni. Þetta er sterkt lið. Ég hef verið að fylgjast með hvað pappi búið að tala um það og bara sjálfur bara mín tilfinning. En ég hef trú á Keflavíkurliðinu og hvort það sem að þið tapa eða vinna leik, þá hef ég alltaf trú á þeim. Þú ert samt ekki búin að eiga heima lengi hérna í þessum bæ? Ég bjó áður en fór til Luxemborgar. Maður hjartaði slæðið með Keflavík. Já, þótt ég sé í Njarðvík. Þú hvetur liðið alveg áfram bara fram á síðustu mínútu? Já, ég gerði það. Eru aldrei þreyttur á þessu? Ég er náttúrulega þreyttur röddina, en ég er aldrei þreyttur andlega. Nei. Andlega þá bara berst eins og ljón alveg fram á síðustu sekúndu? Já, ég þótt að, það er bara komið 1-0, þetta er búið, ekkert svoleiðis. Þú gerst ekki upp? Nei. Sama dag og við heimsóttum Má var lið Keflavíkur að fara í mikilvægan leik þar sem við tókum á móti gamla Reykjavíkurstórveldinu Val á heimavelli sínum. Már bauð okkur að koma með á leikinn og við að sjálfsögðu þáðum það. Þegar við komum á völlinn sáum við strax af hverju Már kallaði stuðningsmaður númer 1 í Keflavík. Hann var strax byrjaður að hrífa stúkuna með sér á fyrstu mínútu. Már er stuðningsmaður sem öllum fótboltaklúbbum dreymir að eiga. Fyrsti hálfleikur var markalaus og má segja að Már hafi verið eini maðurinn á vellinum sem virtist hafa óbilandi trú á því að Keflavík geti klárað leikinn með sigri. En þá kom að því. Heimamenn tóku öll völd í leiknum og í síðari hluta seinni hálfleik skoraði Keflavíkurliðið 2 mörk með stuttu millibili. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er geðveikt. Ég hef trúið þeim, þeir vinna þá, kannski, vonandi, alltaf. Þú hefði trúið þeim allan tíman? Ég hef trúið þeim allan tíman. 2-0, þetta er bara frábært sigur og mikið þér að þakka, ekki? Já, kannski, veit ekki. Allan einhver stuðningur. Hvað viltu segja við stuðningsmenn Keflavíkur? Stuðningsmenn Keflavíkur. Betri hvatning, meira árangur, kjörorð mitt. Betri hvatning, meira árangur? Betri hvatning, meira árangur. Frábært. Að hvetja Keflavík. Takk fyrir. Eitt er víst að þrátt fyrir að gengi Keflavíkurliðsins hafi verið brösótt á þessu tímabili, þá geta þeir verið stoltir af því að eiga án efa eitt flottasta stuðningsmann landsins.